make me feel like I'm locked out of heaven. Heitir lagið, sorry, ég mátti ekki byrja að tala. Já, sjálfsögum mátti byrja að tala. Heitir lagið það? You make me feel like locked out of heaven. Lagið heitir Locked Out of Heaven. Já. Sem örugglega ömurleg tilfinning. Læstur úti. Læstur út úr himnaríki. Já. Þetta rosalega. Báði að semja svona vitleysum maður. Ég bara skil ekki hvernig mannum datt í huga að semja þetta. Hvað heitir þessi tónlistamæður? Þetta hann Bruno Mars. Myndu mig á það, ef ég held á plötu umslagi og ætla að fara að kaupa plötu með honum. Myndu mig á að hann samdi þetta lag. Og hendi í þessu umslagi. Það líka, ef þú tekur svona lög sem eru gerð þarna úti og setur yfir á íslensku, fær eitthvað að semja svona bara heima á sér í stofinu bara þú lætur mig finna eins og sé búið að læsa mig úr himni. Eitthvað, þetta algjör horfbjör. Já, líka bara, þú veist, hvað hefur hann gert á sér? Já, það góð spurning líka. Fyrst að honum finnst að það er að læsa hann út úr himnaríki. Já, og einhvað tengist henni líka, sko. Já, einhverju skvísusöga með. Já. Hvað er maðurinn búinn að vera að gera á sér? Ég veit það ekki, þetta sé samið við Björn og Chris Brown, ætla hans ekki búinn að berja hana. Við svörum því ekki hér. Við erum stilt á FM 95 Blöð, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og þú ert útfullur þáttur að gæða stöfi. 12, hversu þreytt er það maður? 12. Já, þú ert náttúrulega ekki með Facebook eða Twitter en þetta, þú er ekkert orðið var við þetta. Nei. Það er líka alveg sama hvað útastöðu stiltir á í dag. Það er gaman að segja frá því að það er 12. Merkilegu dagur og síðasta sinn sem við munum upplega þetta. Það er eina sem er búin að heyra í dag og það er ekki þreyttara. Þetta er ógeðslega flott tala. Já, vissulega flott tala. 12 er nokkuð góð tala. Já, ætlar þú að gifta þig í dag? Hefðu átt að gera það með. Já. Það er of seint í rassinn gripi núna kannski. Ætti að skjóta þig bara núna? Ég veit ekki, prófa að senda inn SMS, hún er kannski til. Nei, bara hérna í lótinu, ástu mín. Þetta getast. Já, eitthvað. Við erum með veislu hér í dag. Það er veisla maður. Já, fyrst í jólasveinninn nótt, fékkst eitthvað í skóinn? Nei. Ég glemdi reyndar að kíka í alla skóna, sko. Ég á náttúrulega 50 pör. Já, þú veist svona svo Sölvi? Já. Sölvi lítur nú að fengja eitthvað í skóinn. Sölvi Tryggva. Ná, það er bara kjánalegt. Alltaf á nóga skóm til að hendi glugga. Alveg nóga pörum til að henda út í glugga. Já, það er meira þannig með mig og kærustu mín eins og fyrirvændi. Það var hún sem fekk í skóinn en ekki ég. Já. Hann var ekkert í skónum mínum í nótt en... Það var eitthvað lítið í skónum? Já, það var ekki neitt bara. Mestalagi kattarland. Já, ég meina, það er samt ágætt. Já, en talandi jólina, þá er jólalagakeppni FM 95 Blöð hér í dag og... Hún er í dag. Ekki litla vesenni sem ég er búinn að gangi í gegnum í dag eftir að Pétur Jóhann lét mig vita í gærkvöldi að lagið hans væri tilbúið. Já. Búið að gera það í stúdíói og allt klappa og klárt. Ég vissi ekki, og síðan hvenær skreið metnaður upp í raskata á þér, getur þú sagt með það? Hann hefur alltaf verið. Hann hefur alltaf verið? Já, metnaður er mitt millinafn og það skal tekið fram Blöndal. Pétur Jóhann Metnaður Sigfússon? Nei, Pétur Metnaður Jóhann Sigfússon. Við fórum í, ég skoraði á þig fyrir mörgum vikum síðan. Já, þetta er svolítið þægilegt þegar maður eins og þú, bara einu sinni í viku, sko. Já, ég tóka fram, ég sagði, er þetta ekki bara rugl? Ég meina, þú ert með þáttinn alltaf og þú bara, nei, ég tek þessari áskorun. Já, enda er ég búinn að... Þú verður að standa og falla með því. Heyrðu, síðan ákvaðum við, gera þetta hérna, fyrsta miðvikudaginn í des. Já. Við klikkuðum á því. Ég var eiginlega tilbúinn þá. Já, ok. Þannig að ég gaf þér frest. Já. Enda er keppnin í dag. Keppnin í dag, Blöð. Við erum mættir hérna með sikkort jólalagið. Já, ég fekk 2 félaga með mér í lið, enda gæti ég ekki gert þetta einn, það er nokkuð ljóst. Nei, og það var enga reglur með það. Nei, ég sagði bara, þú veist, bara, fyrir mér væri bara gaman ef við getum gert sitt hvort jólalagið og við megum í rauninni vinna með hverjum sem er. Já, nákvæmlega. Skilur, það er bara, þú veist að því þú ert ekki tónlistarmaður og ég er ekki tónlistarmaður, við urðum augljóslega að fá einhvern með okkur í það. Akkurat, ég mættur hér í vinnunni í dag klukkan 1 og í tómi vesinni en náða að bjarga þessu og er með topp jólalag. Ok, gott mál og ég vil meina að ég sé bara með topp jólalega líka. Þannig að þetta verður jafnt og spennandi. Þetta verður jafnt og spennandi. Hvenær ætlum við að vinda okkur í þessa keppni? Hvenær, þú veist? Við verðum hér á eftir bara, á sínum stað. Við erum líka með vonda Ati. Ég er nefnilega svolítið stressað. Við erum með vonda Ati líka. Já. Við ætlum að rekja hana móðu mína eins og svo erum við með hvernig stemmingin og fleira. Vonda Atið. Þannig að það er allt að gerast hjá okkur. Ég er með mega hugmynd í því. Ertu með það? Ég er með svo góða hugmynd í því. Ok, þá hlaka ég til. Ég er að segja það við því. Það verður killerstuff. Þið heyrið það hér. Þú ert í ruglinu. 95 Blöð hér með ykkur á miðvikudegi. 12. Fæ ekki nóg að segja ykkur það. Þetta var Tupac Shakur. Hér, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Á móti minn situr Auðun Blöndal. Auðun Blöndal er þekktur fyrir ýmislegt og hefur verið þekktur fyrir svo margt í gegnum tíðina. Eitt af því er að vera slúður kóngur Íslands. Það er akkurat þessna sem við heldum að... Ég er ekki frægur fyrir það að vera slúður. Hvað meinar? Ég er bara með slúður hérna í FM 95 Blöð. Þú ert frægur fyrir það. Hvað er mikið slúður
slúðurkelling. Hvað mennur? Þú ert alltaf slúðrandi alla hérna, út allt. Það ég ekki. Síkjamsandi á engalífi fólks. Ok, haltu þess áfram, ég manna þeim. Djók. Ég var að grínast. Förum við ætlum að ramma þetta inn, ekki hættu þessu auðvitað. Það var hún að tala við þessi slúðurkokkur. Slögt á þessu. Í alvöru tala. Það rétt betri, það komið að slúðurinu hér í FM. Það ung fólk að hlusta. Já, það hefur aldrei heitt gamla mann í ræktina þeirra. Gamlan mann í ræktina þeirra. Það er komið að slúðuri og ég skal samt, ég lofa núna, ég mun ekki spila þetta aftur, ég ætla að henda þessu. Ok, vindum okkur í slúður hér í FM 95 Blöð. Já, ég ætla að byrja að segja eitthvað frá því að Rovio Entertainment hafa nú ákveðið það að þeir ætla að gefa út Angry Birds bíómyndina. Og kemur hún út árið 2016. Aldrei á þá mynd. Nei, það ætla ég ekki heldur að gera og ég spyrði Pétur út í hvað er þetta komið, hvaða bull er þetta orðið með Angry Birds, það er ekki hægt að tala við Sveppa lengur. Hann er alltaf fastur í símónu sinum í þessu Angry Birds rugli. Í alvöru tala? Hann lítur alltaf upp á símónu þegar hann er inn á milli laga. Hvað rugli? Og svo var einhver auglýsing daginn, þá er hún loksins komin, Angry Birds bókin. Hvað var einhver að bíða eftir henni það? Þetta er matreiðslubók. Það hefur farið gjörsamlega fram hjá mér þá. Hún er komin samt. Matreiðslubók? Já, bara eins og einhver, það er laglegt, hún er loksins komin maður. Hvað, Angry Birds bókin? Já. Þetta er einhverju réttir og eitthvað, en það er að koma Angry Birds bíómynd líka, en það er ekki byrjað orðan inn að leikara við þannig eða neitt annað. Ég ætlaði bara svona að byrja að slúðra og ég að segja ykkur frá því. En ef þú fengir nú símtalið? Að leiki í henni? Já, þú myndi gera það? Já, maður myndi það. Ég myndi leiki Benji 7. Benji 7? Já, hundurinn hann. Já, þú myndi leiki henni? Ég myndi leiki hverju sem ef ég fengi að fara út og leika eitthvað, sko. Er það? Já. Alveg sama hvað það væri? Ég minna fyrir utan augljósa, einhverja bláa myndir. Já, ef það væri út í Hollywood eitthvað. Já. Já, ég myndi stökkva. Í alvöru? Já, en ekkert hvað sem er, en jú, ég myndi leiki Angry Birds myndinni, alveg staðfest. Já. En þú, myndir ekki gera? Jú, ég held ég geti verið bara með þér í liði þarna. Já. Það sé nánast sama hvaða símtal og hvaða mótleikar það væru. Það myndi stökkva það. Það myndi hoppa á það, sko. Svo ætla ég að segja frá Miley Cyrus, en hundurinn hennar er dáinn, því miður. Hundurinn er dáinn, já. Já, hann hét Laila og lést nú á dögunum og hún er búið að sorgmætti yfir því. Ég er með ömurlegt slúður í dag. Hefur ekki taka mínútu þögn? Nei, það. Tökum 3 sekundur. Já, þá er það komið hér. Það er hundin hennar Miley Cyrus sem er því miður dáinn. Hvaða tegund af hundi var það, veistu það? Nei, það stendur ekki og held ég að það sé öllum drullu sama. Og kom eitthvað fyrir eða? Nei, það stendur ekki heldur. Það stendur bara Miley Cyrus dog dies. Já, gott mál, við förum í næsta slúður. Hún twittaði þetta á þriðjudaginn, sko. Ok. Hann er viss við það að hann væri döður. Svo þegar... Frábært, þú mátt alls ekki draga úr slúðurinn. Það má ekki. Nei, ég ætla líka að vera með gott slúður hérna, en Charlie Sheen, hann virðist eiga nóg af peningum þessa dagana. Ekki nóg með það, hann hefur hjálpað Lindsay Lohan daginn að borga fyrir hana skattin eða borga niður af skattinu fyrir hana. Gerði hann það? Já, hann hefur eitthvað skotin inni. Hann er svo mikill öðlingur sem það er. Hann var núna að gefa ungri stúlku sem er að berjast við krabbaminn $75,000 sem er bara hátt í 10 milljónir. Hvað, akkur var hann að gera það? Hann bara góð hjartaður. Já, þekkt hann ekkert og bara frétta af henni og reyla að gefa henni bara hérna pening. Og frétta að fjölskylda hennar væri í fjárhagsvandræðum og öðru. Þannig að hann ákvaði að stökkva til og aðstoða hann og hennar fjölskyldu og það er hrikalega fallega gert á hann. Þetta er Charlie Sheen? Já. Sem allir voru hötuð hérna fyrir viku síðan. Nei, það hataði hann ekki. Hann var bara að tapa sér. Brjálaðir út í hann. Já, hann tapaði sér. Fólk hafði meira áhyggjur á hann, myndi ég. Það er ekki svona meira. Hann er aldrei búin að rétta á kútnum. Já, hann er á réttilega núna, hann er að leggja einhver management og það er að koma önnur sería af því og allt að gerast fyrir kettlinn. Og það 2,5 menn orðið lélegt eftir hann fór. Það er ekki af gott, við sammálaði þar. Og svo ætla ég enda slúður á Lindsay Lohan en hún er líklegast á leiðin í 8 mánaða fangelsi. Lindsay Lohan? Já, hún kýldi einhverja stúlku á skemmtistæðum daginn, hún keyrði á og stakk af. Þetta er einhvern veginn alltaf safnast saman í eitt graut hérna hjá henni. Og stefnir vist í 8 mánaða fangelsi. Það verið eitthvað fyrir kölluð þennan daginn. Gerðist þetta allt sama daginn? Keyrði hún á og kýldi þetta? Nei, þetta er bara just another day at the office fyrir hana, sko. Því miður. Bara allt í sömu vikunni eða svona, þetta er svona safnast saman hjá henni. Já, hún er greið í tómitsjóni. Hún slóst við mömmu sína vikuna þar á undan og... Já. Þetta er einhvern veginn ekki að ganga hjá henni. Svona er stjörnulífið maður. Já, hvað heldur þú? Þetta var slúður hér í FM 95 Blöðmjasta, frábært slúður maður. Þetta var frábært slúður í alvöru tala. Áttu eitthvað gott slúður til að bæta við þetta? Nei, Áttu eitthvað íslensk slúður? Ég var að skoða bara hérna á netinu. Já.
Mér langaði svo að vera með slúður Ricky Martin. Já. En það bara svo mikið lognmólla í kringum hann. Já. Þetta bara fjölskyldumaður, skilur. Hann samkynhneigður. Hann samkynhneigður, kominn úr skápnum. Hver? Ricky Martin? Já. Hann ekki samkynhneigður. Hann víst samkynhneigður. Nei, ég veit blöð. Ég get svo svarað, hann það ekkert. Þetta fjölskyldur, hann á konu og fullt af börnum og býr bara í marmarahöllingstöður í útlöndum. Pétur, hvað þetta okkur í lyfjum? Hann samkynhneigður, hann kominn úr skápnum. Það ekki, nei. Þú ert ekki að, ég kaupi skrif. Ég get svo svarað það. Þú ert að ljúga þess. Hvað hann eitthvað verið maður í viki? Nei, ég bara, hvað er það þá, ég að lesa allt annað. Förum í Örstuð skilabóð og svo það jólalagakeppni FM 95 Blu og Vonda Addið. Og þú ætlar að hjóli eitthvað rosalegt eða ekki? Í hverju? Ég lakar þetta mest til að heyra jólalagið þitt. Já, jólalagið, sko, látum það kapítuli út af fyrir sig. Já, ræðum það betur fyrir eftir. En Vonda Addið, ég með mega hugmynd í því. Já, ég laka til. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningar eru glæsileg Casio, Fossil, Diesel og Adidas armbandsúr frá Rótium Kringlunni. Gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi. Gjafabréf frá Adam og Evu. Tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Bók vikunar á FM 957 Ripley's stuðandi staðreyndir. Ripley's 2013 7. bókin í þessum vinsæla bókaflokki. Lesiðu manninn sem að nagar bráðið blý, kött sem spáir fyrir andlát, sjálfsalan sem býður upp á lifandi krabba og margt fleira í hinni ótrúlegu veröld Ripley's. Fylgstu með á FM 957 og þú getur aldrei eintak af Ripley's stuðandi staðreyndir. Skífan. Tónlist, tölvuleikir og DFD í miklu úrvali. Þú finnur jólagjöfina í Skífunni. Skífan Kringlunni, Laugavegi og á skífan.is. Skífan. Heill heimur afþreyingar. Túborg kynnir Jólaplögg Records 2012. Tónleikaveisla á Factory 14. og 15. desember. Framkoma Retro Stefson, Mammut, Boy Barasta, Moses Hightower, Tilbury og Kiriyama Family. Miðaverð aðeins 2000 krónur á bæði kvöldin en 1500 kall á stakt kvöld. Miðasala hafin á miði.is. Ertu búinn að kveikja á jólaljósi Tals? Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðaranum á jólalegu verði. Ljósið, allstaðar. Tal. Svona á samband að vera. Í jólapakkan, fótboltar, handboltar, körfuboltar. Verð frá 1990 krónum. Úrvalið í Útilíf. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalögin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalöginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. FM 95 Blu á FM 957 og já... Á þessum líka fína miðvikudegi. Á þessum fína miðvikudegi og það komið tíma að vera aftur leiðileg þegar með móðir mína. Já, ég þú veit að draga mig inn í það núna. Já, sko, við Sveppi heyrureglu inn á þriðjudögum og í gær strítum við henni á að Facebook-statusun hennar var í gjössalega slá í gegn. Já. Og hún var alveg brjáluð við okkur og var reiði við því. Ég var að lesa Facebook-statusinn í útvarpinu. Við skulum bara heyrum aðeins símtali frá því í gær, bara örstuðt hvernig hún tók í það þegar við vorum að lesa statusinn hennar. Ekki allt í lagi með þig, Guður? Ertu að lesa Facebook-statusum minni í útvarpinu? Ekki allt í lagi með þig, Guður? Eru þið þroskaheftir? Ég veist, ég hendur út af Facebook og hendur. En svo heyri, hún var ekkert alltaf sátt þetta. Nei, ég get alveg skilið það maður. Hvað, þú veist, þið eru alltaf eitthvað hrekkjagreið móðir. Nei, hún svo æðisleg maður. Já, ég veit það, sko.
En þú veist, þið eru að hrekkja hann. Já, sko, það að því ég veit, þú veist, mér finnst svo gaman þegar ég veit hún vill ekki ræða eitthvað. Og hún vill alls ekki ræða Facebook sitt. Gerur ekki grein fyrir hvað hún hefur gert fyrir þig? Jó, ég veit allt það. Ég elska hana meir en allt sem hægt til að elska. Þú varst inn í henni, sko. Já, herðu. Veistu hvað, það var mikið vesen að koma þér út. Svo situr hérna nokkrum árum síðan, ringjandi hérna og hrekkja hann. Lesum ykkur á statusa. Ég var með þess að risa stór sem krakki, sko. Já, ég veit það, maður. En við ætlum að ringja núna í... Nei, ég veit það ekki. Í móðum mína og Pétur ætlar að þykjast vera frá Heklu og hún á póló frá þeim. Sko málið að ati per se þarf ekkert að vera gott. Nei. Þetta þarf ekkert að vera eitthvað fyndið sem þú ert að segja. Þú ert bara aðeins að ná athyglinnar og fara svo beint yfir í að óskinni til hamingju. Og þá, ef hún segir óskinni til hamingju með hvað, nú statusinn í, Facebook statusinn í fyrradag hefur aldeilis slegið í gegn. Og ég veit ekki eins og hvort hún tengir það, hún tengir þessi ég og þú og eitthvað svona. Nei. En ef hún tengir það strax, þá náttúrulega kem ég inn. Ef hún tengir það ekki, haltu það bara fram, þú veist, segðu þetta fekk alveg hátt í 50 likes og... Ok, ertu tilbúin? Já, ég er tilbúin. Ég er bara svo ógeðslega lélugur í að breyta svona röddina. Ég hef búin að segja allar upplýsingar. Þetta er Póló. Já, ég veit það maður. Og hvort þú sé ánægð með hann. Ég þarf að, þú veist, hvernig hljóma bílasali? Bara, ég veit það ekki, Pétur. Þú ert allur í bílunum. Ok. Já, hvað er nú? Hafdís Jónsdóttir? Hafdís Sveinsdóttir, þetta stendur allt hérna. Hvar? Hérna. Halló? Jú, góða dag, Hafdís Jónsdóttir? Ekki Hafdís Jónsdóttir, nei. Sveinsdóttir? Sveinsdóttir, já. Já, og komdu sæl, ég heiti Gunnar og hringi frá bílaumboðinu Hekla. Já. Þú ert á Póló frá okkur, eða ekki keyptir hann fyrir cirka ári síðan? Já, rúmlega það. Hefurðu eitthvað áhuga á að selja hann? Hvað ár gerir hann áttur? Nei, 2000. Nei, ég hef engan áhuga á að selja. Nú. Nei. Hvernig stendur það? Já, heyrðu, þetta er þá eitthvað miskilningur hérna. Mér langaði nú líka óskaði til hamingju. Nú, með hvað? Með, Facebook statusinn, hann er búinn að vera að fá 50.000 likes. Hvað? Hver er þetta? Gunnar heiti ég er starfsmaður hérna hjá Heklu. Nei, það getur ekki verið að starfsmaður hjá Heklu og því að ringi mig til þess að óskum til hamingju með Facebook status. Hann er búinn að fá okkur 46 likes eða ekki, þessi status? Ekki að svona í mér krakki. Krakki? Auðvun blanda. Finnst þér ekki líklegt að sér að rósa hann frá Heklu? Hann er búinn að draga mig með sér inn í þetta líka. Heyrðu, þetta er nú ekki að verða að fyndi einhver. Þetta er... Þetta er líka hann og Sveppi. Ég veit það maður. Finnst þér ekki líklegt... Pétur og skulle láta krakkan... Krakkan? Finnst þér ekki líklegt að sölumaður frá Heklu fara að rósa það fyrir statusinn? Nei, mér fannst það ekki líklegt. Nei, Það er mjög undarlegt. En trúður þess alla leið þangað til? Já, mér fannst þetta bara mjög einkilvægt, ég menna ég er á Póló. Já, þú ert á Engan áhugaði að selja hann. En ástæðan fyrir ringdum, mamma, er að... Ég veist það auðvun, í alvör, þetta er nú bara ekki orðið fyndileg. Herðu, Pétur var hérna, hann var búinn að frétta þessum status og langaði að heyri það líka. Já. Þessi status er að gera allt vittlust í þjóðfélaginu. Ég veist slíðin í auka drengur stöli hann. Mér langar í feitan. Ég veit ekki hver óþenn að krakka upp eiginlega. Nei, ég var að reyna að segja við hann auðvitað hérna, ertu búinn að gleyma því hvað móðin er búinn að gera fyrir þig? Ég segi það. Hann bara, nei, ég er ekki búinn að gleyma því, og þú varst inn í henni, skilur við. Svo ertu hérna nokkrum árum síðar að ringja hann og rekja hann bara. Ég segðu, ekki bara í dag, þetta er ekki aðeir líka. Já, enda við erum hættir núna, viljum ekki að rekja. Sko, ef að þetta fer að verða með mig og svinga við okkur og þá ert í slæmu málum, það getur svarað þér. Ég lofa, við erum hættir. En til að hann ekki aftur með statusinu, næði. Þetta var góð status. Það var gaman að heyri þér. Já, við erum blessaðir. Ok, bæ. Þú klúðraðir svo lúðir. Þú sagði fyrst að Hafdís Jónsdóttir. Akkur. Svo varstu komið með hann bara á réttan punkt. Þú sagði mér að segja Hafdís Jónsdóttir. Nei, ég sagði, jú. Hafdís Jónsdóttir, þetta var í lagi. Þetta slapp. Já, þetta slapp. En sko, þetta slapp fyrir hot. Já, eina sem böggað mig er að þú varst skjósað að við hefðum alveg léttilega getað gert aðið henni. Hún var alveg, hvað? Ég veit það. Hvað með bílið minn? Nei, ég vil ekki selja. Þú geta fara bara í það maður. Ég geta farið enda lengra með það maður. Þú varst búinn að senda þetta í norðsending út af því. Já, við megum þetta ekki stríða með mjög mikið. En það er hættir núna. Já, við erum hættir. Lagferð hér, geggja lag hér á ferð með Retro Steffson. Heitir Glow, mikill fílingur í þessu. Þetta er gott lag. Já, virkilega flott. Þetta lag fær mann alltaf til þess að vilja standa upp. Já, maður byrjar einhvern veginn bara svona að vagga sér. Klæða sig úr. Aha. Klæða sig úr. Nei, ekkert klæða sig úr endilega, bara svona dansa. Og dansa. Já.
talandi góð lög og þá styttist hér í jólalagakeppni FM 95 Blö. Pétur Jóhann Sigfússon búinn að semja nýtt jólalag. Það ég líka búinn að gera. Við fáum báðir aðstoð og við ræðum lögin betur hér á eftir. Hver hjálpaði þér, hver hjálpaði mér og... Já, ræðum lögin og spilum lögin og svo þetta allt í höndunum á hlustendur. Kæri hlustandi. Já, og það verður fyrstur upp í 7 í dag. Fyrstur upp í 7? Já, maður þetta svona maður við sömdum lögin, þetta ekki fyrstur upp í 10, myndi ég segja. Fyrstur upp í 10. Já. 7, annars getur það svo landrið. Við skulum hafa bara líka... Nei, höfum þetta bara kosning á netinu bara í heila viku. Já, við höfum líka kosning á netinu. Opnum heila viku bara, inn á vísi.is. Nei, ekki inn á vísi, bara inn á Facebook. Bara fram að 24, bara kosning allan tíman. Það kemur allt í ljós bara 24. Það er svo erfitt að telja það. Já, ég veit það. Við höfum inn á Facebookinu líka. Það verður líka netkostning og það er 1 vika. Þá getur við lesið upp hér eftir viku hver vinnur netkostninguna og hver vinnur símakostninguna. Það er vesen, maður. Nei, það er ekkert vesen. Klárum þetta bara inn í þættinum. Já, ok. Það er ekkert annað. Við sjáum til, ég veit ekkert hvað að segja. Nei. Heyrðu, ég verð það er eitt sem að mér langar að tala þetta. Hvað með það? Ég var að horfa á sjónvarpið. Ég nú ofta að horfa á sjónvarpið. Já. Horfu ofta á INN. Ok. Það er ekki ágætis stöð. Það er fín stöð, sko. Já. En ég sá, sko, með því steiktara sem að ég hef séð í langan tíma í sjónvarpi. Það var í gærkvöldi. Ok, hvað var það? Nei, var það í gærkvöldi? Var það ekki bara, gæti að hafa verið í morgun? Já. Ég man það ekki, það fer alltaf í sama gröti hjá mér, sko. Ég ofta að horfa með sinni mínum á sjónvarpi, svona á mótnana og eitthvað svona, sko. Já. Þá ég, svo nennir hann stundum ekki að vera að horfa á stubbana, sko, og fer eitthvað að vesenast. Þá fer ég að channel surfin. Ok. Herðu, það er þáttur þarna á INN sem heitir Svartar tungur. Já. Sem í umsjá mann sem heitir Tryggvi Þór Herbertsson. Ok. Með alþingismaður. Já. Og með honum oftast hann Sigmundur Ernir. Já. Sem líka alþingismaður. Já, vinnur okkar. Já. Svo var einhver gæi með þeim og yfirleitt eru það þeir tveir alltaf. Já. Þessi Tryggvi Þór og... Að gera hvað? Að spjalla. Já, ok, bara svona spjall. Já, sitja bara. Það er bara kamera á fæti, skilur, sem er bara í einum ramma. Já. Það er bara einn rammi og þeir eru bara að tala svona eitthvað sem er að gerast á alþingi og eitthvað svona. Og svo er yfirleitt þriðji maður sem er mismunandi. Það var einhver gaur með þeim, ég veit ekki hvað hann heitir að hann. Síðan eru jólin að nálgast. Og þá ákvaður að brjóta þetta eins upp félagarnir. Og voru með svona hangikjöt. Og allt með því. Grænabaunir og uppstú og rauðkál og jólaöl og svona. Voru að graðka því í sig á meðan þeir voru með fólkinn stjórnmála umræður í Svartar tungur þættinum. Bara með tróðfullan kjaftinn? Já, voru bara svona, viltu ekki uppstú, Sigmundur? Jú, hvað er fyrir, og hvað segir, og hvernig ætlið þið svo að gera þetta? Er þetta þá leyst með skattahækkunum? Og þá er Sigmundur, og síðan þeirra Tryggvi Þór er búinn að segja kannski svona spurningu, hvernig er þetta þá leyst? Ég man eftir einu svona, hvernig ætlið þið þá að leysa þetta? Ætlið þið að leysa þetta með skattahækkunum? Og meðan að hann var að segja svari sitt, þá að Tryggvi að tróða í sig og nota tækifæri, skilur, hann var búinn að henda frá sig spurningu, tók alveg stóran gaffal og borðaði hangikjötið að þann bestu list og hingæinn. Sigmundur Ernir var með laufabrauði svona, já, nei, þetta eru nú meira minna svona millifærslur, skilur, og þetta var bara, ég skil ekki. Nei, ég þarf að fara að tjekka á þessu. Ég skil ekki, hvað fær menn til að vera bara, skiluru, jakkafötum, fullotni kallmenn, sitjandi bara á einhverju sjónvarpstöð, að tróða í sig hangikjöti, að ræða bara einhverja skattalækkanir og skattahækkanir og svona kjaftið. Er þetta bara allt í lagi? Þú ert að horfa? Nei, ég meina, ætlar að kveikja á músík, ég er ekki byrjaður einu sinni, skilur, ég er að tala um þetta. Já, þetta bara fór á. Stoppa þetta. Ég er að hlusta, já. Þú veist, stoppa, nei, þú veist, ég er ekki, ég er með meira, skilur, ég ætla að koma með, sko, ég og þú, þú veist, heldur að, þetta er alveg eins, og ef þú fengir bara SS, bara stórt hangilæri hérna, grænabaunir og rauðkál og uppstú og svona, þú veist, þetta er eins og fulla munnin innkoman okkar, skilur við. Þetta minnir mig á það. Já, við þurfum að taka hana. Ertu með eitthvað? Já, ég er með eitt í hana. En þú veist, þeir voru með fulla munnin innkomu í sjónvarpi að ræða háalvarleg mál. Þeir voru ekkert að fíblast. Þeir eru basically að stela að þér dagskrálið. Þeir eru að stela bara, þeir eru ekki bara að stela þrumunni vinni. Heldur eru þeir bara prúðbúnir í jakkafötum að tróða í sig jólamat að ræða eitthvað svona bull. Ég veist að höfuð mitt kemst í guttanum. Nei, ég heyri það. Ég næs ekki bara að framkvæma þessa hugmynd. Bara, heyrðu, ok, kveikt á kameru. Ok, drengir, útsending er að hefjast eftir 5, 4, 3,
tvær og síðan bara, já, við erum komin hérna 700 ernir og við erum bara hérna hangi í kjött og eitthvað. Hvað að gerast? Djöfull langar mig að vera svona vitleysingum. En hvað, það ekki svo, þú sérst ekki vitleysingur. Hvað, þú ert með þína... Mér langar samt að vera svona vitleysing. Með fullan kjaftinn hérna... Vera með bindi bara og sitja einhvers stór og tróðum í hangikjötin bara og ræða skattalækkan. Djöfullar ég til í það. En hvað ætlar að hafa fulla munnin innkomin í dag? Býttu bara kann. Það verður spennandi. Ég er spenntur. Jólasveitnin í þínum vinahóp. Nú gefst þér tækifæri til að bregða þér í hlutverk jólasveinsins. Farðu núna inn á heimasíðu FM 957 og skráðu vin þinn eða vinkonu. Ef við hringum síðan í þann sem þú skráðir, verður viðkomandi að segja hvaða jólasveit það var sem skráði viðkomandi í leikinn. Þáttakendur fá 3 tilraunir til að giska og ef hann eða hún giskar rétt, fær sá hinn sami kassa af jólagull. Skráðu þig og vin þinn eða vinkonu strax á heimasíðu FM 957 og hver veit nema þú getur glatt vin þinn eða vinkonu því það er svo gaman að gleðja aðra. FM 957 og jólagull í gylltum jólafíling. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum fimmtudagsmorgni hjá Ingva Eystins drögum við út fyrirtækjavikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Vi pratar inte franska som en juleman. Booking.com, Grensásveg. Sólbáðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Nú geta enn eitt kortafar sett skóinn í bílklukkan því það eru 2-föld jól. Hver jólasveit dregur einn heppinn kortafa úr hópi þeirra sem kaupa eldsneyti á N1 í desember og gefur honum 20.000 N1 punkta inneign. Svo eru auðvitað 2-faldir punktar og tilboð á hinu og þessu. N1, meiri jól í leiðinni. Hreint vatn gerir kraftaverk og þú getur gert kraftaverk í dag með því að greiða valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunnar. Eigum fyrirliggjandi milljónir í miklu úrvali. Víkingalottó alltaf á miðvikudögum. Það er opið í Elko, Lindum og Skeifunni til klukkan 10 í kvöld. Elko, einfallega lægra verð. Jólapakki Stöðvar 2 er tilvalin aðventugjöf. Jólapakkin inniheldur áskrift af Stöð 2, auk þess sem glæsileg Masterchef svunta fylgir frítt með. Þú fær jólapakka Stöðvar 2 í Kringlunni og Skaftahlíð 24. Gerðu skemmtilegri jólagjöf. Stöð 2, gjöf sem gleður. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Pétur Jón Sigfússon með ykkur til 6 í dag og það sem meira það er komið að jólalagakeppni FM 95 blöð. Við Pétur erum báðir búin að semja jólalag. Já, sikkort jólalagið. Sikkort jólalagið og frumsamið lag og texti. Kominn tími á að keppa, já. Er það ekki? Jú. Já, við erum náttúrulega, ég segi það ekki, ég er ekki búin að heyra þitt lag. Nei, þú ert ekki búin að heyra mitt lag. Nei, mitt var samið og tekið upp í dag. Það gerðist allt mjög hratt hérna hjá mér. Ég reyndar fekk 2 menn mér til aðstoðar sem eru báðir ágætlega flinkir þegar kemur á tónlist. Ok. Gott mál. Sko, það er í góðu lagi. Já, það mátti. Já, það er í rauninni allt leyfilegt. Eina reglan sem var svona í þessari jólalakeppni okkar, það var bara frumsamið lag og texti. Já. Með hverjum eða hvað er langt eða... Hvort viltu spilum fyrst þitt jólalag eða mitt? Ég er mjög spenntur að heyra þitt. Já, ég er sömulegis mjög spenntur að heyra þitt. Ok. Mér er alveg sama. Kastum upp á, ertu með penning? Já, bara hérna. Ertu með kling? Já, hvort segiru þessi lið eða þessi lið? Framhlið, afturlið. Já, ég segi framhlið. Framhlið. Ok, hún kom. Þannig að þú ert... Í hvað það er? Ok, ég byrja. Já. Ég er í það vaðið og á ég þá ekki að kynna, þarf ég ekki að segja frá jólalaginu. Já, lýstu þess. Sko, þetta jólalag er hérna, sem sagt, heitir Allt í samband fyrir jólin. Allt í samband fyrir jólin, já. Og ég vann það með bara æsku vinnu mínum sem heitir Dóri og er í, hann er með sitt stúdíó. Sem heitir bara Studio Neptunus. Þú varst að vinna til 4 nóttina daginn. 4, ekki núna í nótt, heldur nóttina þar áður. Það var í rauninni eini tíminn sem hann hafði. Hann var að taka upp eitthvað annað og svo fór ég bara þarna kvöldið og við kláruðum þetta. Við ránaðum með ykkur. Síðan fór hérna síðan og ég vann þetta með honum og síðan eru dætur mína 2 þarna líka.
Það er ekki annað maður. Já, þannig að þetta er jólalag PJ og Dædra í rauninni. Og allt í sambandi við jólin er kannski, sko, það er í tvennu skilningi. Það er allar, sko, að því orkunotkun, sko, jólin, það er aldrei meiri orkunotkun á öllu landinu heldur en í kringu jólin. Akkurat, góð punktur. Þú þarf að vinna svolítið með það. Já, mér langar að vinna með það, skilur. Það er allir að stinga jólaseríunum við samband og það er verið að setja hamborgararríkin í opnin og þetta er bara orkuveitan, situr bara heima á sér og telja peninga, skilur. Klukkan 6 á aðfangadag, það er bara það er allt í fullum gír þar. En svo er þetta líka að vera í sambandi, skilur, verðt í samband við mig. Við þurfum að verðt í sambandi við alltaf löngu gleymdu viniðin á ættingja, skilur. Við þurfum alltaf að vera í sambandi við mannfólki líka. Já, það lagið heitir Allt í sambandi fyrir jólin. Þetta er Allt í samband fyrir jólin og þetta er sko þetta er dans, sko. Ég vil að fólk dansi. Ok, ég laka til. Það þarf að hækka í græjum. Spendur. Það þarf að rífa sig úr á ofan. Og það er fyrstur upp í 7 atkvæði, hann vinnur. Og það þarf að dansa við þetta. Það voru frumflutningur á nýju jólalagi frá Pétri Jóhanni Sigfússyni og það heitir Allt í sambandi við jólin. Gjörðu þið svo vel. Jólakötturinn fær raflost. Rafmagnsköttur! Þú toppar ekkert rafmagskött. Þetta er rosalegt lag, maður. Herru, ég vildi nú bara vera á einhverju skemmtist að dansa núna. Þetta er svaðalegt, sko. Allt í samband fyrir jólin. Allt í samband fyrir jólin. Þetta var jólalagi mitt, Pétur Jóhann Sigfússon og Dætur. Já. Og hérna, það skal tekið fram. Það er líka smá vinna að baki. Já, ég heyri það bara. Þú ert að leika svolítið með Depeche Mode þarna, finnst mér. Já, Depeche Mode myndi gefa út jólalag. Ég er techno-tröll. Já. Ég vil hafa dans, sko. Ég er hrikalána með þig, Pétur. Ég vil hafa dans, sko. Það verður að dansa jól. Þetta var ekki að. Þú veist, hugsa þér, þú getur lyft lóðum við þetta líka. Já, þetta er fínt í rættina. Þú getur komið í form fyrir jólin. Allt í samband fyrir jól. Ég er bara komið þetta á heilan. Það er húkur. Já, þetta var jólalagið hans Bjössa. Mitt jólalag er ekki, já, svona, hvað segir maður? Ekki techno. Það er ekki techno? Nei, það er bara með kassagítar og það heitir Jól í Skagafirði. Jól í Skagafirði, ok. Já, ég var í smá vesinni hérna fyrir í dag og mundi það að við áttum að keppa í jólalagakeppni. Já. Og fekk góðan strák til þess að hjálpa með þetta. Hann heitir Frikki Dór. Friðrik Dór? Já, hann kom hérna og kíkti með gítarinn sinn. Ok. Við höfum ekki unnið saman síðan við gerðum sjómli á sínum tíma. Þannig að ég meðast svona fínt að hringi í hann. Fanta tónlistarmaður og svo var þarna partur, við vorum í smá erfiðleikum með að hafa mína rödd þarna í sumu og þannig að við ringdum í annan skaffirring sem heitir Sverri Bergmann og hann kom líka og hjálpaði okkur og þannig að það eru 3 einstaklingar í þessu lagi og lagi heitir Jóli í Skagafirði og þetta var One Take Wonder hér í dag. Skulum bara heyra skulum heyra jólalagið mitt og heitir Jóli í Skagafirði. Vá, þetta verður snúið. Ég á ekki til orð. Þegar að Sverri Bergmann kemur að inn maður. Já, það þurfti að fá smá öskur hérna. Það getur enginn farið. Maðurinn er ekki með pung. Þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Nú er að hringja 511-0957 og segja okkur hvort jólalagið var betra. Þau eru einstaklega ólík. Já, mér finnst þau bæði frábær. Ætlar að taka kosninguna núna? Já, ef að hafa hann eftir. Ég veit það ekki, þú veist, ég veit það ekki. Ok, viltu... Mér dætti hug að spila einu svona ennattur einhvern tímann og eftir. Og hafa kostninguna kortir yfir 5? Já, það ekki. Ok, skulum gera það. Ég var eitthvað að pæla það, sko. Já. Ég er samt ekkert búin að ákveða. Nei. Þú ert stjórnandi þáttarins. Já, sko, mér finnst alltaf að geima eins kostninguna. Ok. Ef þú vilt. Þá skulum við bara henda okkur í örstuð skilabóð, svo er það vonda atið, svo er það kostningin hér eftir örskamastund. Ok. Hvernig væri að panta sér pizzuna Rocky 1 á Wilsons með barbecue, salsa blandaðar í pizzasósu, pepperoni, bacon, ananas og sveppum á aðeins 1390 krónur. Það er jólagleðin á Wilsons. Sími 581-1515. Túle uppistandsserían á Gullöldinni. Miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Steinn Ármann, Elva Dögg Túrett og Gunnar Rapp. Nýkrýndur finnastur Íslands. Frýttinn og tilboð á barnum. Þú getur versla jólagjafirnar heim í stofu í webverslun elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalaun Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild.
Veittur 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnalauginni Björg í Mjóddinni. Nánar sérkjör til vildaráskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Jólin að koma, jólunum gaman. Jólin hátíð, smattir eiga saman. Tónlist, gagnafagn, plata til niðurhals og snjalltækjanámskeið fylgir öllum keyptum spjaldtölvum. Þín ánægja okkar markmið. Vodafone. FM 95 blöð á FM 957. Þú færð brakandi gott nógakropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Það er jólalag hjá henni. Pétur er búinn að spila okkar jólalög og það styttist í kosninguna. Hún er hér eftir 10 mínútur. Það er eins gott að hún er ekki í þessari keppni okkar. Já, þetta er rosalegt jólalag, en það verður svo skemmtilega til að, sérðu, við sko erum hún tekníski núna. Hvernig? Ég og þú? Já, sérðu, nú er ég að minna á jólalagkeppnin okkar. Ok. Þetta er lagið hans Péturs. Við ætlum að kjósa jólalagið hans Péturs hér á eftir í þessari keppni hjá okkur. Allt í sambandi fyrir jólinn. Allt í samband? Allt í samband fyrir jólinn og svo er það jól í Skagafirði. Og það er, skal ég segja ykkur hérna, þetta er rosa teknískt hjá okkur. Svona. Kosningin hefst hér eftir 10 mínútur. Já, það verður í Skagafirði. Þetta er rándýr texti á blöðmann. Það þarf að standa við þetta. Það þarf að vera... Ég ætla að reyna að kíkja på þetta eitthvað. Það er náttúrulega öll fjölskylda minni hérna í bænum. Já. Það er svona ákvæði að semja svona til eitthvað Skagafirði jólalagið mitt. Þannig að þú gætir jafnvel látið þetta í huga. Taka flug á morgni, vera á króknum yfir daginn og fljúa svo heim um kvöldið. Já, það væri draumurinn. Það væri draumurinn. Rölda bara á króknum eitthvað. Það er erfitt, þetta eru mjög ólík lög hjá okkur. Þetta eru ólík lög, ólíkar tónlistastefnur. Mitt er svona liftinga, þú veist, þú getur lift við þetta sko. Já, dansað og líka, já, þetta rífur upp. Já, svona kassagítarfíling hjá okkur strákunum. Já, þannig að þetta er bara, menn þurfa bara að vera með opið hjarta. Já, áður við förum í vonda atið og kosninguna þá ætlum við í sturla staðreyndir. Hvernig listur það? Mér leist svo vel að ég er búinn að vera að bíða eftir því. Ertu með 10 sturla staðreyndir? Já, rétt. Og þær eru allar rétt, það er enginn sem að ég þarf að... Nei, þú ert ekkert að stressa þig eins og enginn skálduð, ok, ég hlakka til. Ég er tilbúinn. Ég sé að þú ert komið eitthvað samlokur þarna, þetta fyrir fulla munnin innkomin eftir það? Já, þetta er fyrir fulla munnin innkomin og eftir það, tónfisk samloka og rækjusamloka. Ok, það verður áhugavert. Svo ætlum við að sitja hérna og tróða í okkur samlokum og ræða heimsins gagn og nauðsynjar. Akkurat. Eins og menn er að gera í svartar tungur á INN. Tróða í sig hangikjöti og ræða lífsins gagn og nauðsynjar. Þú vildir ekki koma bara með hangikjöt? Já, ég gerir það kannski næst. Ég ætla að byrja hér sturtaða staðreyndir. Einn af hverjum 3 sturta niður á meðan hann situr ennþá á klósettinu. Sturta niður, já, er það? Já, mér finnst það svolítið hátala. Er þetta meira stelpur en strákar? Já. Ég reyndar viðurkenni að ég tek shit en flösku. Já, en ég menna ekki situr á liftur þau ekki aðeins upp? Jó, ég er ekki kolkrabbi, ég þarf náttúrulega aðeins að standa til að... Já, maður þarf aðeins að lifta sér og... Já, aðeins að lifta sér upp. Aðeins að lifta sér upp, þá erum maður að sturta niður. Hvað heldur þú? En hérna, ok, þannig að þú, þegar að, nei, við erum ekkert að ræða þetta í útvarpi. Nei, ég meina, þegar þú sleppir, sturtar strax, eða tekur þú 2-3... Nei, ég reyna að fara strax í sturta. Já, ok. Ég er bara svona að sjá þetta fyrir mér. Já, sjálfsalar drepa 10 manns á ári. Sturlu staðreind. Sjálfsalar? Já, svolítið mikið. Hvernig gera þér það? Ætla þess ekki fólk bara að rugga, nei hvað, heldur þið að berja það á það? Ruglega ykkur að rugga með eitthvað. Sjálfsalar drepa 10 manns á ári? Já. Þetta er náttúrulega... Þetta eða fjúka og eitthvað, ég veit ekki, þetta er bara sturlu staðreind. Já, þeir geta, þú ert kannski að labba fram hjá sjálfsala og það kemur vindkviða og feikir honum honum. Ef ég ætti að giska ég held að það er eitthvað búin að setja kannski 100 kall í sjálfsalan og ætlar að kaupa sér snakki festist svona á leiðinni niður og hann er að hrista hann og færa hann á sig. Ég veit það ekki. Það er náttúrulega alveg mega hallarislegt, svo ég segi nú bara eins og er. Já, skelvilegu dauðdagi maður. Já, skelvilegu. Hvernig dó hann Pétur? Hann varði undir sjálfsala. Súkkulaði hans kom ekki niður og hann brjálaðist og hrista hann allan og dó. Hann hefur náttúrulega alltaf elskað Snickers. Hann gerir hvað sem er. Hann bara neitaði að setja sig við að Snickers kom ekki. Endaði með því að Snickers sjálfsalinn bara hrundi hún á honum. Þetta er svona sorglega hlægilegt eins og maður segir.
Gaman að þetta. Bill Gates er með 7 hefnherbyggi, 7 svefnherbyggi og 24 baðherbyggi á heimili sinni í Seattle. Hver þarf 24 baðherbyggi, getur þú sagt með það? Já, hvert fjandan. Eins og í fyrstu sturluðu staðrindinu kom fram, þá voru menna 1 af hverju 3 að sturta niður. Já. Þannig að hann hefur þá úr nægum baðherbyggjum að velja og nýtt á hverjum degi, skil. Hann er með nýtt fyrir hvert dag í hverju mánuði, liggur. Já, þetta er asnalegt. Hvað meinar asnalegt? Ef þú getur þetta, þá á maður að leyfa sér þetta. Ég myndi frekar vilja vera með 24 svefnherbyggi og 7 baðherbyggi. Já, en kannski liggur hans áhugi annars þar. Já, sem að það er bara... Hann vill bara snúa þessu við, skilur. Kannski hefur arkitektinn sagt við hann, hérna er ég búinn að tekna hús með 27 svefnherbyggjum og 7 baðherbyggjum. Já, ég vil snúa þessu við. Akkurru? Það er töff. Að því ég geta. Já. Kynlíf og marihuana eru bestu lyfin við mígreni. Þannig að ef það er einhver annar hlusta, nú hveti þá frekar til eins fyrra. Kynlíf og marihuana er frábært á mígreni. Já, bara bestu lyfin við mígreni. Já. Nú bara virkar það ekki lengur hausverks. Nei, bara sleppa íbúfen. Nei, ég er að tala ef hún eða hann segist að vera með hausverk og er ekki til í tuski, þá er það bara besta lyfi. Við erum bara með marihuana undir rúmið maður. Púffaði þetta, dóla mín. Púffaði þetta, dóla mín, svo er ég manna lyf handaður. Svo er þetta Playboy er með blindrablöð. Myndir og greinar, þannig að þú blindur og getur samt lesið Playboy, styrlu starrend. Það er ógeðslega flott. Mikið er það ánægilegt. Ég er meðlega oft pælt í þessu. Já, hvort að blindir eru með sín einn klámblöð. Já, það er. Það eru góða fréttir um mér. Já, maður sé náttúrulega bara svona, já, ég ætla ekki. Ok. Ég veit cirka hvert þú ætlaðir að fara. Já, það eru til samkynhneigð ljón, mörgæsir og gírafar. Mér finnst skrýtnast með ljónin. Ég vissi með gírafana því að annarkveð gíraf er tvíkynniður, þannig að það er ekki að koma mér á óvart. Og hvað var þriðja? Mörgæsir og ljón. Já, það er til samkynnaðar mörgæsir. Það er eitthvað fallegt í það. Já, það er eitthvað grútlegt í það. Það eru eiginlega bara einhvern veginn svo kynlausar. Já. Einhvern veginn allar eins. Já. Það er alveg. Það labba bara svona saman. Það er ógeðslega fyndin dýr. Þú veist, líka, ef þú sægir fyrir þér, skilu, 2 að tala saman og eitthvað svona, þessar hommi. Nú, hvernig séru það? Hvernig sé ég það? Það sést langa leið, þú sér bara hvernig gæðin labbar. Eitthvað svona, hann labbar nú alveg eins og við. Nei, hann labbar, þú veist, hverjar eru? Það eru ekki líka hvað hann er snirtileg? Já, hvað hann er snirtileg, hvernig hann glæðir sig. Það er ekki marga mörgæsir hérna með andlitskrem, kíkt á hann. Kíkt á hann, þetta sést langa leiðir. Svo hérna það eru 3 ár eftir. Já. Ég veit að þú myndi hafa gaman að þessari. Já. Á Indlandi máttu giftast hundinniðinum. Nei. Þessi er æðið. Það er leifilegt. Þetta er bara í lögum. Já. Það er bara samþykkt á alþingi. Já, einhver sem samþykkt þetta. Þú mátt giftast hundinniðinum. Þetta er æðislegt. Já, ég meina, hvernig er brúðkaupið? Er helmingurinn með lax og hinn er með hundamat bara? Já, svo þú komin í matabóðmaður og sestu niður. Heyrðu, ég glemdi konunni maður. Dekkur út í bíla, ná í hundin. Veitu hvað, ætlar hann ekki að ná í konunni? Jú, þetta er hún. Hvað hún heitir? Þetta er líka eins og... Nancy, hei! Ég glemdi eiginkonun út í bíl. Glemdur hvað er hún? Nei, byrju, ég ætla að segja hana. Þetta er líka, en sko, þú færði tengdaforeldra henni í heimsókn líka? Já, það er... Hvað tengdamamma fyrir töðunum? Nú, hvað okkur? Æ, hún er alltaf að naga skóna mína, maður. Eiðilega skóna mína. Er hún eitthvað? Já, svo skeit hún í sófan. Tengdamamma henn. Já, kallið minn. Þetta er vesen. Það er ekki öll vitlis svona eins. Nei, það eru 2 eftir. Konur reka 3 sinnum oftar við en karlmenn að meðaltali. Sturlu staðreynd. Já, þetta er skrítið. Já, það er mér líka, því að menn í kringum mig eins og Hjöppi og fleiri. Þetta er ekki, allavega gildir ekki inn á mínu heimili. Nei, ég held þetta sé Bandaríkin bara. Ég held þetta sé ekki svona Íslandi, sveið með það. Getur ekki verið. Nei, maður veit það ekki. Og síðast en ekki síst, yngsta mamma heims varð amma 23 ára. Það er eitthvað rangt við það, maður. Veitu hvað sagður? Yngsta mamma heims? Yngsta amma heims varð amma 23 ára. Yngsta amma heims varð amma? Já, það er bara eins og ég hef verið afi fyrir 9 ára síðan. Já. Við byggðum þar. Ég skilir því. Nei. Þú er eiginlega að meila þetta bara. Já. Á mig. Hún varð amma 23 ára, hvað er ekki að skilja? Hæ? Hún varð amma 23 ára? Já. Já, hvað er það ekki að skilja? Yngsta amma heims. Yngsta amma allra tíma? Já. Varð amma 23 ára. Ertu ekki að ná þessu?
varð amma, ég meina, hvenær varð hún amma? Þegar hún var 23 ára? Já, Pétur, þú er ekki þá svona vitlaus, varð hún yngsta, já, ég skilði þig. Varð hún yngsta amma allra tíma? Hvað var dótt, já. Ég ekki svo svo það. Ég veit þetta flókið, maður. Fyrst afsökun á þessi í lokin. Ég er að grína. Sturla staðreyndir og, já, ef þið eigi hund sem elski út á lífinu, farið til Indlands. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 4 sinnum á dag. Opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðbarahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Bimblebams og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egilsmalt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. FM 957 kynnir DFD disk vikunar. Þriðja þáttaröðin af steindanum okkar er komin út á DFD. Ef þú vilt kýtla hláturtaugarnar, fylgstu þá vel með á FM 957. Ég dansa það af mér. Alla vikuna kynnum við diskin og þú gætir næstir í eintak af þessari frábæru serju af steindanum okkar. Gefðu gjafabréf á Hamborgarafabrikuna. Hamborgarafabrikan 5757575. fabrikan@fabrikan.is. Ullarsokkar frá Geysi eru nytsamleg og ánægjuleg jólagjöf. Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Enn eflist fríðindakerfið Stöð 2 Vild. Nú hefur efnalegin Björg í Mjóttinni bæst í hóp þeirra fyrirtækja sem bjóða veglegan afslátt til áskrifanda í Stöð 2 Vild. Veittur er 20% afsláttur af allri þjónustu hjá efnaleginni Björg í Mjóttinni. Nánar sérkjör til Vildar áskrifanda á stöð2.is. Stöð 2 Vild er snillt. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. Veifaðu OB-lykkjunum í dag og þú fær 12 króna afslátt af lítranum hjá Ólís og OB. Fylgstu með jólatilboði dagsins á ob.is. Sýnalkó. Sólin sem mildar veturinn. Sýnalkó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Takk fyrir það, Jói, þið eruð mitt að hlusta hér á FM 95 Blö. Á FM 957. Klukkan orðin rétt rúmlega kortir yfir 5. Já. Og nú er búið að opna fyrir síman. Það er 511-0957. Ég vona að þessu ennþá allir að hlusta sem voru að hlusta á þann. Því að það komin stór stund hér í þessum þætti. Það er komið að stóru stundri. Já, við ætlum að skera úr hvort ykkur, kæra hlustendur, finnst hvort ykkur finnst, hvaða jólalag ykkur finnst best. Já, og ég ætla að gefa ykkur einhvern smá bút aftur til að svona rifja hans upp ykkur hvað þið voru að hlusta á hér áðan. Hérna er, Pétur Jóhann. Jólalög mjög ólík en þetta er í ykkar höndum 511-0957. Já, þetta voru sérst Pétur, ég var sko Pétur Jóhann og dætur og þú ert Öddi Blöð, Friðrik Dór og Sverri Bergmann. Það er hárrétt hér, við skulum sjá hvað hlustendur segja, hvort lagi fannst ég betra? Allt í samband fyrir jólin. Allt í samband fyrir jólin fær þitt atkvæði. Ok, takk innilega fyrir það. Þetta er allavega, þetta er góð sviti. Fyrsta atkvæði, það er alltaf gott sko. Alltaf gott að byrja vel. Já. Og það er fyrstur upp í 7. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Og fáið hér næsta FM 95 Blö, góðan daginn. Herru, Pétur Jóhann fær mitt atkvæði. Pétur Jóhann fær þitt atkvæði. Ertu að fara að valta yfir hérna? Ég veit það. Hvað segirðu? Það heyrist ekki því að reyti. Það bara heyrist Sverri Bergmanni og Friðrik Dór verið að syngja. Nei, hann kom að undir í lokin. Ég söng all lagi og samt allan textan. Já, ég get vota, hann söng allt sko. Þeir bara syngja þess betur en ég. En hérna, hvað segirðu? Þeir? Já, takk fyrir að ringja. Takk fyrir atkvæði. Það er 2-0. Já. Segjum þetta gott. FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Ég ætla að gefa Pétri. Pétur, komin í 3-0. Yes! Þeir eru að rúlla yfir hérna í þessur jólalagakefni. Takk fyrir þetta maður, ég verð að standa upp núna. Já. Ég er orðinn sveittur á bakinu sko. Nú þarf ég að fara að detta inn með atkvæði hérna, annars er ég bara í vesinni. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ok, þá fáið næsta hlustanda, hver fær þitt atkvæði? 100-0 fyrir Pétri. 100-0 fyrir Pétri. Já, rólum að ég 4-0 fyrir Pétri Jóhanni hér með allt í samband fyrir jólinn. Takk fyrir. Takk fyrir að ringja. Þú veist, fólk er líka að kveikja áskilu. Þetta er ekki allt í samband, skilu, ekki bara jólaseríunar. FM 95 Blö, góðan daginn. Við erum í sambandi Já, góðan daginn. Góðan daginn.
Herri, það Læja að setja. Læja, þarna ég komin á blað, mikið óbóðslega fyrir næstu. Það hefur verið ógeðslegt. Ég veit að það hefur verið gaman samt, þú veist, að því að þú vannst mig í síðustu viku 5-0. Þessi snillingur hér kann að meta góð jólulög, takk fyrir þetta, Unnur. Takk. Takk fyrir líka. Ég bara, þú veist, þó ég hef ekki fengið aðkvæði. Ég var til í grándýrt comeback núna. Hver fær þitt aðkvæði? Það Pétur Jóhann. Það Pétur Jóhann. Ég vil ég ánægði með þig. Varst ekki að dansa við þetta? Jú. Þetta dranstættur í þessu, drengur. Þetta miklu betra. Já, við viljum dansa jólin. Já. Herru, takk fyrir þetta. Herru, takk. Já, bæ. Miklu betra. Hver staðan? Það 5-1, þú ert bara 2 viðbót FM 9 fyrir blöku daginn. Koma svo. Allan daginn, Pétur. Hann með mikið betra lag. Hættu þessu bulli, ekki segja mikið betra. Ég ánægði með þig. Þið skýtir þetta. Herru, það ekki svona leiðindum jólin, maður. Hvað sagði? Jú. Nei, við erum búin að leggja Pétur með mikið betra lag. Já, þú ert ekki að segja mitt sé skítur. Nei. Ok. Ég misti þetta. Særðið mig bara. Já, hann særði. En takk fyrir að hringja. Þú mátt ekki særa þetta. Nú segir svo Bubbi, ekki særa. Nei, heyrðu, ég veistu það. Hann var ekki að meina það. Hann var víst að meina það. Nei, ég heyrði á röddinu. Hann sér eftir þessu strax núna. FM 9 fyrir blöku daginn. Já, góðan daginn. Það Pétur. Það Pétur. 7-1. Já, hún er búin að vinna þetta. Motherfucker shit, motherfucker. Rústaði þessu. Takk fyrir aðkvæðin. Takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ef að fara ofar. 10. Hvað segirðu? Nei. Fyrstur upp í 10. Nei, þetta bara, þú ert búin að jarða þetta. Ég reynir það bara að eiga séns í, á netinu. FM 9 fyrir blöku daginn. Já, góðan daginn. Það eru jól í Skagafirði. Já, það fengi eitt af það. Hann hefði. Það er bara beint í hjartastað, sko. Takk fyrir það. Ertu Skagfirðingur? Þetta er bara eins og gott partí í Skagafirðinum. Það fekk eitt skaffist atkvæði þannig í lokin. Ég er náttúrulega Skagfirðingur líka. Já, reyndar. Herru, takk fyrir að ringja. Þannig að þetta höfðaði líka til mín. Já, reyndar. Hvernig hefði þú kostið? Ég hefði kostið Vilda. Nú, herðu, maður að vera að detta rönn hérna. Þú ert að fá comeback núna. Hefur að byrja aftur kannski? Nei. Ég er til. Þú varst komin í 7. Takk hjá. Takk fyrir. Herru, þú ert komin samt, sko, ég meina þú ert búin að fá 4 atkvæði núna bara. Hvernig hefði þú kostið? Þetta, að sjálfsögðu. Heyrðu, Öddi, við fórum bara á röngum tímapunkti. Þetta verður á netinu líka. Já, ok. Ég á kannski smá síðan þar. En ef ekki að spila þau aftur, spila bæði. Spilum bæði. Lagið þitt var frábært, Pétur, og ég óskar til hamingju. Þú líka lagðið metnað í þetta. Þannig að þú átt þetta fyllilega skilið, trúðu mér. Við ætlum að fá hér spilum bæði. Lagið sem vann allavega. Tæknin er að stríða okkur aðeins hér og hérna kemur lagið hans Pétur. Auðun Blöndal og Pétur Jóhann hér í miklum gýr. Hvenær förum við í jólafrí? Það er að segja þátturinn. 21. desember fyrir hann jólafrí. Hvað er það að stressaður það? Já, ég meina ég er hérna einu sinni í viku. Þetta er gjörsamlega eðalega jólinn fyrir mér. Já, það er fílíkt álag á þeim. Það er svo aðalegt álag. Það er að kíkja þetta einu sinni í viku. Hvenær á maður að kaupa jólagjafir? Já, bara ekki á miðvikudegi. Ég fer alltaf á miðvikudögum. Það er hefð fyrir því, búin að vera síðastliðin árin. Seinni part á miðvikudögum, búin að eyðileggja þetta. Hvað á maður að segja við familíuna? FM 9 blöður eyðileggja jólinn fyrir Pétri, en það er eins og komið á dagskrálið sem að er svo barnalegast í þessum þætti. Já. Það er margt barnalegt sem við gerum, en það erum við að reyna að varðveita í okkur börnin hér í þessum þætti, en þetta er með því verra og heitir, barnalega símaatið. Þú sagðir það. Eða vonda atið. You said it, son. You said it, man. Og þetta gengur út á það, við hringjum í eitthvað fyrirtæki hér í bæ og reynum að vera eins barnalegir og við getum. Eða bara svona vitleysis at. Já. Og ég að byrja. Já, þú mátt byrja. Já, ég tók nafnum daginn, tók í Dominos. Ég er að spæja að leika mér aðeins aftur með pizzustað. Sem að er alveg ömulegt. Þetta verður skelfilegt, en bara það verður að hafa það. Mér líst vel á þetta, blöð. Ég hef góða tilfinningu fyrir þessu í dag. Ok. Vilsons pizza, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herði, ég pantaði hérna hjá okkur pizzu í gær. Já. Og það var eitthvað vitlaust með pöntun. Úr hvaða númeri pantaði þetta? Ég pantaði þetta úr 5889040. Já, ég sem þetta ekkert á því númeri. Og er þetta ekki Wilsons? Þetta er Wilsons. Já. Hvað var vitlaust pizzuna sér? Það var raskat á henni. Já, það er dött. Það er ekki ráflokki.
Þetta var æðislegt. Hvað var að, Finnssonin? Það var raskat á henni. Ég veist þetta myndi glæðja þig, þetta ekki að glæðja litt valun heldur. Jú, það grínast, hvað þetta myndið? Fá pítsu með raskati á mér. Hvað vilt þú að ég ríki? Hvert er þér ekki? Það veit ég ekki, mér langar eiginlega alveg eins. Vilt þú? Heyrðu, sko, nei, hringdu í rúmfattalagarinn. Rúmfattalagarinn. Þeir eru með stilt á FM 95 blöð. Við erum í barnalega, kjánalega símaðatinn. Þú ert komin í samband við rúmfattalagarinn Korputorgi. Rúmfattalagarinn? Já, blessaður, hvað segir þið? Hvernig leggjast jólinn í ykkur á rúmfattalagarinn? Þetta er jólasveiti þetta minn. Já. Hvað er allir þessan rúmfattalagarinn? Jólasveitin? Jóla, Jaha. Já, kallir við þetta er svona, sko, Og hvaða jólasveinn? Og hvaða jólasveinn ertu? Þetta er jólasveitin, er þetta ekki rúmfattalagarinn? Jú. Og ég kalli jólaskapana í rúmfattalagarnum. Já. Og hvaða jólasveinn ertu? Þetta er mest aðsig í einn. Þetta er með... Ég er með svo mikið auðmíkjahrótt. Ég veit það, ég líka. Hvað er það að gera? Þetta var stúi eða maður kalla það. Þetta var skellilegt maður. Þetta var ógeðslegt síman. Bara í geðveitt góðum fyrir. Já, og bara jólasveitur. Ég er bara svolítið... Ég var að hugsa alltaf tíma, hvað er hann að gera? Þetta var ekki smá vond, maður. Þetta var snill. Æja, vonda aðtið sigurverðina þessu inni, Pétur Jóhann Sigfússon. Þetta var horfjóðs. Þú varst að reyna að vera geðu ykkur flippari og þetta var ekki að ganga. Jú! Nefnir? Jæja, hvað segir þið þá? Þetta er ömulega. Ekki gera þetta. Partí FM 957, föstudagskvöldið 14. desember. Í tilefni próflokana ætlum að slá upp heljarinnar partí á skemmtistanum Klaumbær Tryggvagötu þetta eina kvöld. Bring the action. Framkoma, MC Gauti, Blasróka og FM flautusnúðurinn Yngvi Eysteins. Aðgangsseyrir er 0 krónur. Það einu sem þú þarft að gera er að fylgjast vel með á FM 957 því að við ætlum að setja fólk á gestalista alla vikuna. FM 957 og Kringlan gleðileg jól. Skífan, tónlist, tölvuleikir og DFD í miklu úrvali. Þú finnur jólagjöfina í skífunni. Skífan Kringlunni, Laugavegi og á skífan.is. Skífan, heill heimur afþreyingar. Jólasveinar allt land athugið. Dægu börnin verðskulda eitthvað gott í skóinn. Rendu við á N1 og bjargaðu málunum. N1, meiri jól í leiðinni. Hvað langar mig í jólagjöf? Ekkert mikið svo sem. Bara sjónvarp, tölvu, myndavél, síma, leiki, leiðsögutæki og svo þetta franskan tungumálakennara. Sagðirðu iPad? Já takk. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Jack & Jones jólavörurnar eru mættar. Góð verð fyrir jólapakkan. Nýtt í hverri viku. Ekki klikka á því. Jack & Jones Kringlunni. Jack & Jones Smáralind. English Pub er að byrja með kvikmynda- og tónlistarquiz alla miðvikudaga. Hvað veist þú mikið kvikmyndir og tónlist? Við byrjum klukkan 9, þátttökugjald er litlar 250 krónur en glæsilegir vinningar eru í boði. Stóra á 650 krónur og lifandi tónlist strax á eftir. English Pub, Reykjavík. Tungli uppistandsserían á Gullöldinni. Miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Steinn Ármann, Elva Dögg Tourette og Gunnar Hrapp. Nýkrýndur fyndnasti Íslands. Frítt inn og tilboð á barnum. Jólaklukkur klingja. Samsung Galaxy S3 er á jólatilboði í verslunum Símans. GSM viðskiptavinur okkar fá rafbók eftir Arnald og 1 GB af netinu í símanum í 6 mánuði í kaupauka. Síminn. Í jólamánuðinum eiga allir að gleðjast. Því það eru risajól í enska boltanum á Sport 2. Stærsti mánuður ársins og hátíð alla daga.
6 umferðir í jólamánuðinum. Meira en 50 leikir í beinni. Fáðu þér áskrift, því það verða fullt af frídögum þessi jól. Sport 2. Enski boltinn. FM 95 blö. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Og Pétur hér með ykkur á þessum miðvikudegi, 12. Við fáum ekki nóg að eins og margir eru búin að tyggja á í allan dag. Já, þetta er svona einn af þessum dagstendingum. Ef þetta hefði verið laugadagur, þá er bara hálf þjóðin að gifta sig. Já, nákvæmlega, þetta verður helgi. Já, en veitu, er bannað að gifta sig á miðvikudum? Nei, okkur. Þú veist, ég bara velta að vera með. Nei, held ég ekki. Akkur allir að gifta sig alltaf á laugardögum? Nei, varst þú eitthvað svona bíða spenntur í hátteginu eftir að klukkan er 12 mínútur yfir 12 til jóla? Nei, þú sagði mér að það væri 12 bara núna þegar þátturinn fór í lofti klukkan 4. Ég hef ekki hugmyndu það. Nei, þú ert ekki að spá í því. En það er komið að mínum upp á dagskrárlið hérna í þættunum. Ertu að vera í hvernig stemminginu? Nei, þá er það úti. Já, ég siti hérna bara að venta á mótir. Við erum að fara hér í fulla munnin innkoman og við vorum með að tala hérna. Ég er hérna með 2 samlokur. Já, ég tók eftir því. Túnfisksalat og rækjusalat. Hvora má bjóða þér? Alveg sama, hvað skiptir einhverju máli? Já, það er bara hvort finnst þið betra, sko. Já, myndi nú taka rækjusalati. Þá tekur rækjusalati? Já. Þú ætlar að borða náætur? Náætur? Rækjur borða bara lík og eitthvað drasl. Túnfiskur hins vegar er ekkert í því. Nei, ok. Nei, ég segi. Valdi ég vitlausar samloku? Nei, alls ekki. Heyrðu, ég tók bara eina appelsín. Nei, ég þarf ekkert appelsín. Nei, það er bannað, já, þetta er fulla munni. Heyrðu, síðan var ég að horfa á sjónvarpsþáttinn daginn á INN, ég sagði þér það. Já. Þar voru menn að ræða stjórnmál. Já, ég tróða þessu um mig. Erum við að fara að ræða stjórnmál núna með fulla munnin innkominni? Ég var svona spáð þangað, já. Ok. Og hérna, þá þurfum við bara til dæmis að fara hérna, sko, þú veist. Og finna eitthvað svona sem við getum spjallað um. Já. Ok, sérðu. Ræðum þetta hérna. Ok. Þú ert þá bara að fara að segja eitthvað mér og ég skal bara tala við þig. Já. Þú stjórnum svolítið umræðinni og ég byrja bara að tróða upp í með það. Já, ég sé að þú ert byrjað. Já. Ok. Sko, nú er þetta mér... Nei, ræðum þetta. Ég veit ekkert hvað að ræða maður. Við getum ekki stjórnmál, ég veit ekkert þau maður. Flottur upp í, byrjaðum á því. Já. Byrjaðum á 15 kostning. Þannig að það var í þetta. Ok. Já, ok, þú kom að hafa. Það var spilningu efni og þeir var ræða. Þú veist að hafa í einum. Já, það var stjórnmál. Hvað heitir þú fyrir svolítið? Það er náttúrulega, mér finnst þetta að við getum rætt þetta eða. Óvinnulegar, þú hefur búin að setja upp til það. Óvinnulegar arðgreiðslur í rekstur. Seðlabankinn hefur lagt áherslu á að ef eignarhlutur ríkis í fyrirtækjum. Þetta er þetta, ég er mjög með alltaf þannig það. Að eignarhlutur ríkis í fyrirtækjum. Ef hann sættir, þá stjórnvaldið kemur inn og nú er að segja upp skuldir. Varst að sagði þetta smá tíma. Svo ef að vaxta ákveðin í morgunni, til að geti ístundi þetta. Ég skil ekki þetta fyrir þú. Skil ekki að það segja? Ég núna. Að þú var að kíka? Ég er að kíka með mig. Að þú var að kíka með mig?
Þetta er frábært mál. Það skilur ekki. Ég er búinn að spýta út af Frástu, flikkið ræðinu. Ég er búinn að spýta út allar mikrofónir hérna. Hann er allir út í bara majónes og viðbjöð. Þú ældir samlokunniðinni. Já, sástu hvað mikið upp í mér. Já, þetta var bara eins og svona. Ég gæti ekki tala. Herru, þá erum við búin að gera. Þetta var stæling á sjónvarpsþætti, heilum sjónvarpsþætti á INN sem heitir Svartar tungur, þar sem menn voru að éta bara hangikjöt og uppstú og allt með því og ræða heimsins mál og gagn og nauðsynjar. Við vorum að því. Fulla munni reyndar ekki af svona flottum jólamat eins og þeir. Við vorum bara í rækju og túnfissamlokum minna. Hvernig er hún? Ógeðslega góð maður. Er það? Finnst hún góð? Mér finnst það æði. Ég elska málega. Maður sem er með þinn líkama er nú ekkert að borða svona drasla hverjum degi. Nei, ef þetta væri holt þá myndi ég geta svona 15 á dag. Þetta er ekkert óholt. Nei, ekkert þannig. En ef þú getur mikið að sögðu, þú ert bara jafnland á rækju og túnfissamlokum allan daginn, þá ást ég vesinu, sko. Já, það er líka þannig með, til dæmis, ef þú myndir borða bara gulrætur allan daginn, þá ertu líka í vesinu. Nei, gulrætur er bara fjölbreytt út í. Já, það er hálf rétt, en það reynir ég það. Veistu hvað jólalag hefði átt smá sens í þitt jólalag? Já, nei. Kæru hlustendur. Þetta, já. Þetta er smá sens. Sýndi hvaða tími það er. Þetta er hvað það. Þetta er ekkert rugl, ekkert væl, öll hress og öll sæl. Þetta er alvöru jólalag. Já, þarna er gamli Limp Bizkit slagarinn Rollin'. Við máttum þetta ekki í jólalagakeppninu okkar. Nei, það var að vera eitthvað frumsami. Frumsami lag og texti. Já, það... Annars hefði það nú ekki verið neitt mál, sko. En eins og Bítið sem að þú ert með undir í þínu lagi, ég menn ekki varst þú eitthvað mótorátt með það, hann sá alveg það, hann Þú áttu ekki þetta beat? Víst. Er það? Já. Ok, ákast þú það? Já. Þetta er vel gett. Ég held það. Ok. Jú, ég minna við, já, ég á það. Já, ok. Ég samti það. Glæsilega, bara stend og fell með því. Já, en það... Ertu að tala um þá hvað? Söngin? Nei, ertu að tala um textan? Laglínuna, allt í samband fyrir jólin? Nei, ég er að tala um bara teknóði sem er undir hér. Já, ég meina ég vildi bara teknólag, skilu, það var dagskipunin. Og ég meina, það er bara ein leið til að fara þangað. Var það bara þín dagskipun? Það var bara dagskipunin, teknó-jólalag. Já. Það er svo gaman að því mér. Það er allt og lítið að teknó-jólalögum. En þetta er náttúrulega þú á dætuðina, þetta verður nú að spila eitthvað um jólinn og þeir syngja saman og dansi bara í stofunni. Já, ég er nokkuð viss um það. Við opnum pakkana með þetta jólalagi gangi. Já, þetta er til að, já. Það er ekki tala. Já, er kominn jólafylningur í þið? Já, hann er fyrir löngu kominn. Já. Hann er að byggja snabla hratt upp hjá mér núna. Já, þetta er bara... Hann fyrir svona. Ég held að þetta væri góð jól. Já, það held ég líka. Jól á mánudegi, það er gott mál. Já, þetta er rosalega hentugt fyrir alla sem eru í vinnu. Já. Og að fá allir löng og góð jól núna. Er þetta ekki bara svona, það getur ekki hitt betur á það? Já, ég veit það svona mikið. Ég er nú ekki sérfræðingur í þessu. En mér er bara fínt af þetta á mánudegi, sko. Já. Ég hef ekkert verið að kynna mér þetta mikið, sko. Nei. Ég er bara ánægð með þetta. Þetta er bara gott mál. Síðan er líka annað sem er við jólin, sem ég er svo ánægð með. Já. Að þegar þau koma, svo fara þau. Og þá, skilju, þegar þau eru búin, sem er bara þá komin einhver bara næstu í miður janúar, sko. Skilju, þau eru búin einhvern veginn 10. 7. janúar eða 13. þá. Jólin eru samt svolítið búin bara 2. janúar, finnst mér. Já, en það skiptir ekki máli. Það er að reyna að tegja þetta eitthvað, þú veist, erst þú að fara á áramótabrennu á 13. Já, sjálfsögðu, maður fyrir alltaf á 13. brennu, maður. Nei, já. Jú, ég skoða álfa og tröll og svona, maður. Já, ok. Já, kallið minn. Heyrðu, síðan, þú veist, ég lít þannig á, þú veist, að ég nota þetta sko allt í svona, þetta er allt í umbunarkerfi hjá mig, eða, þú veist, að ég er svo mikill sumarmaður. Já. Ég nenni helst ekki veturinn. Ja, ekki heldur, ég verður að saman. Til að geta komist í gegnum hann, það þarf ég að nota þetta kerfi mitt, skilju, að þegar jólin eru búin, þau eru búin cirka miðjan í janúar, þú veist, þetta er bara nokkri dagar til að frá, skilju, og þegar það komið miður í janúar, þá er svo stutt eftir að janúar, þá kemur februar, hann er leiðilegur, en það góða við hann er stuttur. Þegar hann er búinn, þá erum við komin í mars, og hann getur oft verið nokkuð góður, yfirleitt leiðilegur. En trúðu mér, þegar hann er búinn þá kemur apríl og hann er góður. Já, en svo er líka stundu páskarnir í mars.
Páskarnir í mars. Lok mars stundum. Nákvæmlega, maður. Þá fyrir aftur frí. Þetta svo stutt í sumarið í raunin. Það hárrétt, það bara styttist í sumarið formsatriði sko að komast yfir jól og svo bara, sumarið á leiðin. Ertu búin að kaupa alla gjafir og allt svona? Fyrir sumarið? Nei, fyrir jólin. Já, það nú bara ekki mín deild, kall. Nei, og teppið þar, ég á allt eftir og ég byrjar að stressa með býna þeim. Já, en mér sýnist svo deild hafa mjög góða yfirsýn á mínu heimili og vera búin að kaupa allt. Það eru stútu að velta út jólagjafir úr öllum skápum þegar maður að ráfa á heimilinu. Þannig að það ekkert stress í gangi þar. Nei, góða rólegt. Það komið að laginu á leiðinu heim. Hvaða lag ætlar að spila fyrir okkur á leiðinu heim? Jólalagið þitt? Nei, það er ekki. Ég vil heyra það aftur. Já, spila á byrju lókattar. Já, ok. Ég ætla að spila hérna hann James Arthur. Þetta strákur sem vann X-Factor í Bretlandi núna helgina. Og nýjasta smáskíða var hann sem komin út. Og þetta svona lagið sem að tryggði honum sigur og heitir Impossible. Hérna hann að setja gamalt lag í nýjan búning og mér finnst þetta hrikalega flott. Vonandi finnst þér þetta flott og hlustundum. Nei, þetta er lagið á leiðinu heim. Og við skulum bara hlusta á þessa eðaltóna. Ef þú þá fara heim? Nei. Má ég fara heim? Tökum fyrst lagið. Hlusta, þetta er hrikalega flott. I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. And you were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I should take caution when it comes to love. James Arthur og hér með geggjalag. Þetta er Impossible, hvernig fannst það fíla þetta, Pétur? Það var bara fínt maður. Það ekki? Fínt sem lagi á leiðinu heim. Já, bara mjög gott. Já, hann fljótur að líða hjá okkur tíminn. Klukkan 6 mínútur í 6. Já, 6 mínútur í 6. Ok, þannig að það eru 6 mínútur eftir. Já, það er búið að fljúa hérna frá okkur dagurinn, maður. Já, skulum við vinda okkur hér í dagskrárlið sem allir hafa beðið eftir. Hvað er það? Hvað er það? Já. Það er bara eitt dagskrárlið sem allir hafa beðið eftir. Já, hvað liður það? Hvað er klukkan? Já, en við... Rammaðu þenn, kallið minn. Alveg í kvellin. Fyrir ekki. Hvað er klukkan í FM 95 blöð? Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki. Við verðum að vita hvað tíman er. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan í FM 95 blöð. Komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan? Ég heiti Pétur Jón Sigfússon og er umsjónamaður dagskrárliðarins. Ég byrsti velbringar á því að við komum aðeins inn á það, ég og samstarfsfélagi minn hér rétt áðan komum inn á hvað klukkan er. Það er óviðeigandi að vera gaspra því hér þegar við erum ekki í þeim dagskrárlið. Byrst enn og aftur afsökunar á því. Nú, klukkan þessi er stilt eftir 5 tíma þjónum. Einum á Íslandi, einum á Kanada, einum í Fraklandi og 2 í Bandaríkjunum af eðlilegum ástæðum er alltaf örlítil töf og rauntíma á þeim tíma sem að heyrist hér í liðnum, en við skulum ekki hafa fleiri vöflur þetta. Klukka að staðatíma hér á landinu kalda 17:55, 5 mínútur í 6. Ég þakka fyrir mig, ég heiti Pétur Jón Sigfússon, verð hér aftur á svipuðum tíma í næstu viku. Verið þið sæl og í góða stund. Þetta var Hvað er klukkan og við erum að kveðja núna við Pétur. Við ætlum að enda þetta hér á laginu sem að lendi í öðru sæti áðan. Við erum búin að spila lagi hans Péturs aftur sem að var fyllilega sanngjarn sigurvegari hér í dag. En er ekki einhver kosning á Facebook? Frábært, jó það er ennþá. Ég á séns í netkostningunni og við skerum úr í segjum ykkur í næstu viku hver vinur það. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Rikki G. mættur, takk vel á móti honum og við heyrumst aftur á morgun. Pétur, takk fyrir daginn. Sömuleiðis, takk fyrir mig. Og til hamingju með sigurinn. Þakka þér færum. Uppistandsserían á Gullöldinni. Miðvikudagskvöld klukkan 22. Framkoma Steinn Ármann, Elva Dögg Túrett og Gunnar Rapp. Nýkrýndur finnastimmaður Íslands. Frítt inn og tilboð á barnum. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Smáralind til jóla. Hagkaup Smáralind. Veifaðu OB-lyklinum í dag og þú fær 12 króna afslátt af lítranum hjá Ólís og OB. Fylgstu með jólatilboði dagsins á ob.is. Deildu minningum jólin með iPad eins og minningum hefur aldrei verið deilt. Epli.is. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snill.
Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi.